Hæ, ég heiti Gunnar Dóri og ég er blaðamaður á Morgunblaðinu og mig langar að segja ykkur stutta sögu. Þetta var þegar ég vann í Lágmúlanum núna áramótin, rétt eftir áramót. Það var mjög mikið frost og mjög mikil snjór og hálka þegar þetta gerðist. Þannig var að ég var upp á 5. hæð á skrifstofu, átti að vera að vinna en var þess í stað að horfa út á gluggann. Og sá ég gamla konu fikra sig eftir hjólfari frá Úrvalum útsýnishúsinu, hliðina á bræðrunum Ormsson. Og ég sá þetta var greinilega gömul kona með staf eða hækju og hún virkaði rosalega brothætt, alveg grönn og lítil. Og eins og ég segi, hún fikraði sig eftir hjólfari og í hverju skrefi sem hún tók í hálkunni þá hugsaði ég að hún gæti bara hrunið á hausinu og mjaðmagrindabratnað. Þannig ég var svona hálfpartinn búinn að taka upp símann og búinn að slá inn símann hjá neðarlínunni og var að gera upp með hvort ég ætti að hlaupa niður stigana af 5. hæð til að hjálpa henni. En þá í svona 30 sekúndur fylgist ég með henni og hún stendur allan tíman en svo kemur bíll aftan henni, stór og mikill bíll. Ég hugsa, jæja, þessi þekkjandi íslensku ökumenn þá á hann eftir að flauta á hana til að reyna að fá hana úr vegi og ég sá hún byrjuð að víkja, hún farin upp úr hjólfarinu til að fara frá bílnum. En þá gerist það að ökumaðurinn stígur út úr bílnum og hjálpar henni upp í farþegasæti hjá sér og keyrir hana út af planinu yfir Lágmúlan og inn á planið þarna hjá 1011 þar sem að bíllinn hennar var, 30 metrar, og hjálpar henni að skafa bílnum og upp í bílinn aftur, og upp í bílinn, og hún leggur á stað. Ég hugsaði bara, ég veit ekki hvað fólkið er og ég hef aldrei séð það fyrir eða síðar held ég, en eitt stig fyrir mannkynið þarna.